Í síðustu viku þá voru nokkra fréttir sem að fjölluðu það að atvinnurekendur voru að kvarta í að fólk sem væri á atvinnuleysisbótum vildi ekki taka störfin sem að var verið að bjóða upp á, og það var sérstaklega ein frétt sem að til dæmis Viðskiptablaðið var með, þar sem var viðtal við forstjóra bílaleigu Akureyrar, og eins og sést þá segir hann að það sé galið hvað illa gengur að ráða í störf. Í þessari frétt til dæmis að þar segir að launin séu sem að þessi maður að bjóða upp á, að þetta fyrirtæki séu 450.000 fyrir skatt, sem að eru cirka 330.000 útborgað, og aðrar fréttir sem komu í þessari viku voru reyndar misvísandi. Þá var frétt Strætó, að Strætó hafi verið að ráða einhverja 20 starfsmanna fyrir sumarið, og það hefur gengið vel, þannig að það ekki öll fyrirtæki sem að kvarta undan þessu. Mér langar að skoða þetta aðeins út frá svona kapitalismanum og hvernig kapitalismin og atvinnurekendur reyna sífellt að þrýsta laununum niður. Þegar COVID byrjaði þá var mikil umræða það hvernig ríkið þetta bregðast við, og eitt af því sem sósíalistar voru að segja var að benda á það að til þess að draga úr atvinnuleysi, að þá geti ríkið einfaldlega stigið inn núna og farið í til dæmis innviðauppbyggingu til þess að búa til störf. En ríkisstjórnin, hún ákvað að gera það ekki, og í staðinn að þá var lengt í atvinnuleysisbótunum tímabilinu, þannig að fólk gat verið lengur á atvinnuleysisbótum. En núna þegar sumarið er byrjað og eitthvað af túristum farið að koma aftur, að þá vill núna ferðaiðnaðurinn fara að fá eitthvað að þessu fólki af atvinnuleysisbótum, og að þá komin í gang raunveruleg umræða það frá af hendi atvinnurekenda og samtökum ferðaþjónustunnar, að það þurfi að fara að taka af festu á atvinnulausum og rauninni ýta fólki út af atvinnuleysisbótum, og jafnvel taka og hafa atvinnuleysisbóta réttin af fólki sem að neitar eða hafnar störfum. Mér langar aðeins að skoða í þessu samhengi ritgerð sem að ritgerð frá 1943 sem heitir pólitískur veruleiki fullrar atvinnu, og fjallar það hvernig að valdið í samfélaginu, kapitalistanir, eru raunverulega á móti því að útrýma atvinnuleysi, því að það í þeirra hagsmunum að viðhalda atvinnuleysinu. Og þessi grein, ritgerð, skrifið af hagfræðingnum Michael Kalecki, veit ekki hvort sé að bera þetta rétt fram, 1943, og alveg ótrúlega góð innsýn inn í hvernig þessir hagsmunir spilast í atvinnulífinu á milli kapitalistana, ríkisins og verkafólks. Og ritgerðin byrjar á því að tala að á þessum tíma 1943, að þegar keynesismin rauninni allsráðandi, hagfræði sem kynnt við Keynes, á þessum tíma þá meirihluti hagfræðinga sammála það að ríkið geti stigið inn og eitt atvinnuleysi með því að byggja til dæmis innviði eða auka útgjöld á einhvern hátt.
Michael hann segir að hérna í inngangi ritgerðarinnar að pólitískt vandamál stórfyrirtæki séu alltaf á móti því að ríkið skapi störf. Jafnvel þó að slíkt geti fært verkafólki laun sem að það geti sér nota til þess að búa til kaupa vörur og þjónustu sem síðan auki hagnað kapitalistana. Og fyrir þessu séu í meginatriðum 3 ástæður sem hann fer ítarlega í. Og númer 1, það almenn andstaða kapitalsins við hvers konar íhlutin ríkisins í samfélaginu. Og númer 2, það andstaða við að hvert síðan ríkið beinir fjárfestingunum. Og síðan númer 3, andstaða við þær samfélagslegu breytingar sem verða vegna þess að ríkið viðheldur fullu atvinnustigi. Og það rauninni það sem þessi ritgerð fjallar um. Það að hvað gerist ef ríkið reynir að útrýma atvinnuleysi. Því að á þessum tíma þá voru allir hagfræðingar eða flestir sammála að það væri hægt og það væri æskilegt svona markmið samfélagsins að gera það, sérstaklega innan kapitalismans, þar sem allir þurfa að vera með vinnu til þess að geta haft fyrir sér og átt fyrir mat og nauðsynjum. Og hann segir hérna í fyrsta lagi að þá mæti allt sem ríkið geri tortryggni frá atvinnurekendum, en íhlutun til lækkunar atvinnuleysis mæti sérstakri mótstöðu. Hann segir að atvinnuleysi grundvallist á sjálfstrausti atvinnurekenda í kapitalismanum, hvort þeir telji góða tíð framundan eða ekki. Ef atvinnurekendur telja að það sé þeir sjáu góða tíð framundan, að þá séu þeir líklegri til þess að ráða fólk. Og svo segir hann, þetta gefur kapitalistum öflugt tæki og óbeina stjórn yfir stefnu ríkisins. Allt sem gæti ógnað sjálfstraustinni verður að forðast því að það gæti valdið efnahagskrísu. En þegar ríkið lærir að auka atvinnu á eigin spýtur, hættir þetta öfluga stjórntæki kapitalista að bíta. Að sjálfstraust atvinnurekenda ákveðið vopn sem þeir geta notað til þess að fá ríkið til þess að gera það sem þeir vilja. Og ef að atvinnurekendur koma fram og segja bara, við erum hræddir að atvinnuleysi sé að fara að aukast, laun alltaf há, við verðum bara að fara að segja upp fólki, að það rosalega sterkt vopn sem að atvinnurekendur nota gegn ríkinu til þess að fá það sem þau vilja. Til þess að viðhalda þessu vopni sem að atvinnurekendur hafa, að þá verði atvinnurekendur alltaf að fordæma alla skuldaaukningu ríkisins sem nauðsynleg til þess að auka atvinnustigið, til þess að auka atvinnu, til þess að ríkið geti búið til fleiri störf, þá þarf ríkið að fjármagna það einhvern veginn. Og þess vegna verði atvinnurekendur alltaf að fordæma allt slíkt. Því að rauninni sé samfélagslegu tilgangur kenningarinnar sem að atvinnurekendur á þessum tíma og innan liberalismans og frjálshyggjunar kalla sound finance að gera atvinnustigið háð sjálfstrausti atvinnurekenda. Í atriði númer 2 segir Michael að þrátt fyrir að fjárfesting í innviðum sé líklegri til að hafa af atvinnurekendum hagnað til lengri tíma, sé andstaða
þeirra oft harðar í gegn því að niðurgreiða neyslu, til dæmis með hærri lífeyri eða hvers konar bótum, jafnvel borgarlaunum. Og ástæðan fyrir þessu er rauninni siðferðisleg. Það er algjör grundvallar siðferðisregla hinna ríku að allir verði að þú verðir að vinna fyrir matnum þínum með eigin vinnuafli, nema auðvitað að þú eigir fjármagn. Þannig að allir sem allir í samfélaginu verði að vinna fyrir matnum sínum, nema þeir sjálfur auðvitað, þegar þeir eiga all fyrirtækin og allan auðinn og allan hagnaðinn og þurfa ekkert að vinna, því að verkafólk býr til öll verðmætin með sínu vinnuafli. Þannig að hann segir að þarna að númer 2 að önnur ástæðan fyrir þessu sé rauninni bara svona siðferðislegt mottó hinna ríku að gefa aldrei, að verkafólk geti aldrei fengið neitt á þess að vinna fyrir því. En þessi siðferðiskrafa, hún gildir sjálfsögðu ekki þau sjálf. Þriðja atriði sem að Mikael Kalecki nefnir yfir ástæður fyrir því að hinn ríku munu gera hvað sem þau geta til þess að koma í veg fyrir að við getum útrýmt atvinnuleysi, að það eru samfélagsbreytingarnar sem myndur verða ef ríkinu, ef okkur myndi takast að innleiða þess konar breytingar, þar sem að ríkið myndi stíga inn og rauninni bara búa til störf fyrir alla. Þetta hefur verið kallað atvinnutrygging og til dæmis hefur Ólafur Margeirsson hagfræðingur talað mikið þetta og fleiri og ein hliðin á þessu er auðvitað svo að það er nóg af vinnu þarna úti. Það er nóg af verkefnum sem hægt að framkvæma, sérstaklega núna þegar við sjáum til dæmis hlýnun jarðar. Það þarf alls konar stór verkefni til þess að taka á þeim vanda. Húsbyggingar, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur gefið út að það þurfi að byggja 3000 íbúðir á ári næstu árin til þess að bara mæta þörf fyrir húsnæði. Það er eitt. Það er alls konar mengun og rusl út allt. Það mætti setja fullt af peningum í að skapa alls konar atvinnu fyrir listafólk til dæmis. Það er engin skortur á hugmyndum til þess að láta ríkið framkvæma. Eina vandamálið er pólitískt vandamál, því að hinn ríku, þau vilja alls ekki að atvinnuleysinu verði útrýmt. Þriðja atriði Michael Kalecki er það að með því að viðhalda fullu atvinnustigi mun rauninni hótun atvinnurekenda að reka fólk ekki virka lengur, því að með því að tryggja öllu fólki atvinnu að þá getur fólk einfaldlega bara alltaf fengið vinnu hjá ríkinu og þá þarf fólk ekki að sætta sig við léleg kjör til dæmis, þarf ekki að sætta sig við vondar starfsaðstæður í atvinnulífinu og til dæmis eins og núna þar sem að ferðaþjónustan að fara að bjóða upp á mikið að láglauna störfum aftur, að þá myndi ferðaþjónustan ekki geta komist upp með þetta. Það sem myndi gerast væri að samfélagsleg staða atvinnurekenda myndi breytast og þetta vald sem að atvinnurekendur hafa í dag myndi minnka stórlega. Og þetta má gera til dæmis með þessu, með því að viðhalda fullu atvinnustigi.
hins vegar svona undanfarin ár þá hefur meira verið talað borgarlaun, að innleiða einfaldlega borgarlaun þannig að ríkið borgi fólki ákveðna upphæð sem að dugi fyrir eðlilegri framfærslu, og sú hugmynd myndi rauninni hafa svona mjög svipar afleiðingar. Þá myndi líka þessi hótun að segja fólki upp ekki virka lengur, þegar fólk þyrfti ekkert að óttast að missa vinnuna. Að missa vinnuna myndi ekki senda fólk niður í fátækt. Það myndi ekki steypa fólki í skuldir eða að fólk myndi missa húsnæði sitt eða myndi missa vinnuna. Önnur hlið á atvinnuleysinu er náttúrulega svo að atvinnuleysi býr líka til glæpi. Það er eitthvað sem við viljum ekki kannski að fara í núna, en það er svona áhugaverð hlið á þessu sama vandamáli. Kapítalisminn, hann nærist á atvinnuleysinu, eða atvinnurekendur, þeir nærast á atvinnuleysinu, því að með því að viðhalda atvinnuleysi geta þeir haldið laununum niðri og aukið eigin hagnað. Það er það sem þeir náttúrulega að sækjast eftir. Þegar það er mikið atvinnuleysi að þá aukast líka glæpir, því að fólk þarf einhvern veginn að hafa fyrir sér, og þannig að ein leið til þess að fækka glæpum að það er að annarkvort að tryggja öllu fólki í samfélaginu vinnu eða taka upp til dæmis borgaralaun. Þegar að veiran skall á að þá ákvað ríkisstjórnin að í stað þess að fjárfesta í innviðum og búa til störf, að þá jók ríkisstjórnin einfaldlega gerði auðveldara fyrir fólki að fara á atvinnuleysisbætur og lengdi í atvinnuleysis tímabilinu. En núna þegar að gróða von er aftur í ferðaþjónustunni, að þá vilja núna samtök atvinnuleysis og samtök fyrirtækja í ferðaþjónustu fá þetta fólk aftur inn á atvinnumarkaðinn, og þá á bara að gera það bara með valdi. Þá á bara að ýta fólki út af atvinnuleysisbótum sama hvað það kostar. Svo að ferðaþjónustu fyrirtækin, sem að sum eru jafnvel í eigu fjölskyldu stjórnmálamanna eins og fjármálaráðherra, svo þau geti haldið áfram að arræna verka fólki sem gera. Og við skulum ekki gleyma því að mikið af fólkinu sem er að vinna í ferðaþjónustunni, að þetta eru innflytjendur sem eru kannski í ennþá verri stöðu heldur en Íslendingar hérna innanlands, hafa ennþá minna vald og eru þess vegna enn meira útsettir fyrir því að vera arðrændir og kúgaðir. Arðrán er það þegar að einhver hirðir hagnaðinn af vinnu annars. Þetta er orðabókaskilgreining á orðsins. Og arðrán er rauninni grundvöllur einn af hornsteinum kapítalismans. Arðránið er ástæðan fyrir því að hinn ríku geta orðið svona rík. Með því að ráða okkur í vinnu og borga okkur minna heldur en verðmætin sem við sköpum með vinnuaflinu okkar, geta atvinnurekendur haft af okkur gríðarlegar fjárhæðir og stungið í eigin vasa. Þetta er það sem arðránið gengur út á. Sósíalistar vilja breyta þessu, vilja kerfi þar sem við allir sitja við sama borð, þar sem okkur er ekki skipt niður í þá sem eiga og þá sem eiga ekki, þar sem meiri jöfnuður ríkir og lýðræði, því að í fyrirtækjanum eins og þau virka í dag, að þar er ekkert lýðræði, þar eru atvinnurekendur innráður yfir því sem gerist. Og það er það sem er svo ósanngjarnt í þínu kapítalíska kerfi, það er einmitt nákvæmlega þetta, arðránið sem færir fáum gríðarleg völd og auðæfi á meðan allt of stór hluti almennings lifir við fátækt og skort.